Ófegur Bárðarson mikil veiðimaður. Hann búinn að fara í það helstu. Allar helstu hornar. Hvernig? Ég þarf eiginlega að koma mér í karakter. Þetta hvort ég næði því ekki. Þetta svona með þeim óþægilegri karakterum sem ég varði í. Við. Já, maðurinn búinn að vera mikið að veiða í sérstaklega það ég lagt á kjósinni stólan þannig að ég var að veiða og ég sem að taka á fluguna að stólan með þeirri og ég sem að svo fyrir restur mynd alveg og passa stólan með þeirri fjó það fugl Veiðin í Laxá á Refasveit hefur verið fremur róleg síðustu daga. Þetta kann þó að breytast fljótlega því nú stórstreymt og einmitt þá von á stærstu laxagöngunum. Á flóði, þegar sjávarstaða hæst, auðveldast fyrir laxinn að fikra sig upp í ferskvatnið. En má sjá ummerki harðan vetur og viljalítið vor. Stæðilegir snjóskaflar enn við lýði þegar skammt til verslunarmannahelgar. Það gott vatn í ánni og ekki spillir fyrir sú staðreynd að Laxá státar af óvenju hárri meðalþyngd eða 9 pund. Hér geta þeir verið stórir. Sveitin dregur nafn sitt af Refsborg og telja margir Refsborgarsveit hið rétta nafn. Hrafninn finnur skjól og öryggi í gljúfurum Laxár. Hér nýtur hann virðingar og veiðistaður hefur verið skýrður í höfuðið á krumma. Þessi stærsti spörfugl heims byggir laup sinn úr öllu því sem til fellur. Laxá á Refasveit nánast mitt á milli Blöndós og Skagastrandar í Austur-Húnavatnssýslu. Í hana fellur Norðurá og saman eiga þær ós til vesturs í Húnaflóa. Í veiðihúsinu í Laxárdal leikararnir Örn Árnason og Sigurður Sigurjónsson að búa sig í veiði. Ég kunni nokkuð hlutur að nýta. Sjá, býtu. Hérna, sér tilbúin. Sjá. Hérna, sér tilbúin. Sjá. Hérna, sér tilbúin. Sjá. Svona. Já, rauð. Svo gera með græna hérna. Sko, gulu í. Þetta meina stóra. Sko, þessi var erfið. Fyrsti veiðistaðurinn Neðri Rani. Örn kannar aðstæður og með röntgen augum skygnir hann hylinn. Örni. Jæja, hvað tekur hann? Það fullt af fiski hérna. Ekki? Jú. Fínir boltar hérna í millið. Hörðu, við þurfum að setja eitthvað á þetta. Sakka þetta. Unna þetta. Hörðu, já, eitthvað að sökkum. Já. Hvað að setja sökkum á þetta? Það 8 og 6 pleys. Hvað vill Kristján setja marga sökkum? Það 4 pleys, 4 og 6 fengið og hörum við svona. Nei, þessi ekki mestum eðlilegur. Laxa program. Sleik. Hann hólar eitthvað. Ég aldrei sjá. Jæja, dríðið á laxinn fyrr. Ná, laxinn fyrr, hann fer ekkert. Það fast pleys. Þetta gott, þetta gott. Hvað segir að stökka niður og hýla hann aðeins? Sko, þetta heldur. Þeir hafa beðið spenntir eftir þessum veiðitúr og loksins þegar stundin upprunnin engu líkara en að tíminn fljúi áfram. Minn veiðiskapur, svona laxveiðiskapur eða laxveiðiskapurinn tiltölulega ung og búkurinn hjá mér. Snemma fór inn á að veiða sílungi. Fór það gætna með foreldrum mínum. Gerðum oftast þannig að því. En náttúrulega alltaf á sumrinu fór í þorskin, sko. Á sjóin, alveg frá því ég var 11 ára bara átti ég mín eigin nótu, sko. Mín eigin innlýsnótu í kaupfélaginu, sko. Mín eigin afla.
gefa með einhver 200-300 kíló á sumri. Það veiðiskapur, kannski svolítið svona groddalegur. Neðri hluti Laxár tignarlegur og hrikalegur í senn. Í árhundruð hefur áin nagað bergið og hér sannast að ekkert fær staðist tímans tönn. Lífið finnur sér þó alltaf farveg og harðgerðar plöntur vaxa að þér virðist út úr berginu. Næringaríkt vatnið sem hripar úr jarðveginum fyrir ofan gerir gróðrinum kleift að draga fram lífið. Hamraveggir teygja sig 20 metra til himins en þegar niður komið greiðfært með sjálfri ánni. Það eins gott að fara varlega á gljúfurbörmunum en næsti viðkomustaður hinn gjöfuli veiðistaður Kistan, þar sem alltaf lax að finna. Kistan efsti veiðistaður á neðra svæðinu, nokkurs konar hvíldarstaður áður en laxinn leggur í laxastigann. Sigurður K.R. Jónsson, þrautreyndur veiðimaður í Laxá, kastar á okkur kveðju, en hann á efra svæði núna. Þeir Örn og Siggi margt ólíkir. Örn óþreytandi æslabelgur, en Siggi aftur á móti rólegur og alltaf í hlédrægur. Siggi hefur séð eina 8 laxa í kistunni og sumir hverjir vænir. Hér liggur lax víða, við landið beggja vegna og einnig í sjálfum strengnum. Hér mikill straumur og það nauðsynlegt að sakka vel ef maðkurinn á að berast rétt að laxinum. Seiði ráðast með offorsjá á maðkinn í lygnunni við landið. Það óhætt að segja að snemma beygist krókurinn hjá þessum mikla ránfiski. Hér mjög stórir fiskar innanum. Siggi veit að hann þarf að koma maðkinum lengra út í strauminn til að renna á torfuna. Siggi gefst ekki upp og heldur kyrru fyrir, en eirðarleysið hefur dregið Örn niður með ánni. Við mjög ólíkir tillitinu til að hann eins og segir stöðugt að. Það hann slakar ekki á sekúndu brot. Og hann alveg frá því að hann vaknar á morgnana og þangað til hann fer að sofa og jafnvel lengur. Sem Örn í vinnunni eða ekki vinnunni heldur hann að búa til eitthvað grín. Sem náttúrulega misgott, þess að gengur ekki. Þannig að hann slakar aldrei á.
og þar er lendi ekki heldur, eða þeir sem eru grímið. Liðið. Hvernig þess að þið? Siggi Sigurjóns er nú komin í dauðafæri við lax sem virðist mjög vænt. Straumurinn veldur honum erfiðleikum og hann þarf að sakka enn meira, því maðkurinn er allt of ofarlega í vatninu. Það er höfuðatriði í maðkarensli að koma maðkinum niður til fisksins. Þrátt fyrir fleiri sökkur og ómælda þolinmæði hefur straumurinn betur og maðkurinn er enn alveg fet fyrir ofan laxinn. Þetta gengur ekki. Bremsan er bilið á hjólunum mínu. Það er ekki viskur. Maður skildi aldrei segja aldrei í veiði. Það var eins og laxinum leiddist þófið, hann grinti skyndilega á sér og kokgleypti maðkinn. Hér er stórhættulegt að missa fisk langt frá sér. Skammt fyrir neðan taka við fossar og flúðir og það er nánast ógerningur að fylgja fiskinu niður. Þetta er snöfurmannlega gert og þessi viðureik var snörp. Þetta er bjartur smálax, fiskur sem dvalið hefur 1 ár í sjó. Það er augljóst að morgunflóðið hefur skilað inn fiski. Það er greinilega meira líf í ánni. Torfan í kistunni hefur stækkað og þetta er allt nýgenginn fiskur sem býður við laxastigann. Náttúran ætlaði laxi ekki að fara lengra, en mannskepnan breytti því eins og svo mörgu. Með tilkomu laxastigana getur laxinn nú gengið langt fram á Laxárdal. Laxastigarnir eru 2 á örstuttum kafla. Svæðið milli fossa er friðað og þar má oft sjá mikið af laxi undir gamla brúarstæðinu. Stigarnir voru byggðir 1951 og hafa í tvígang verið endurbyggðir. Hér fyrir ofan tekur við efrasvæðið og það hefur að geyma allt aðra á. Fyrir ofan flúðirnar, þar sem oft má fá fisk í göngu, er Laxá lygnari og hægari í alla staði. Sigurður K.R. frá Blöndósi setur saman flugustöngina. Hann hefur veitt í Laxá á Refasveit svo áratugum skiptir. Sigurður ætlar að veiða Grófarhylinn, einn af sínum eftirlæti stöðum í Laxá. Ég var alltaf gaman að vera hérna. Búin að vera hérna. Reynda fæddur upp hann á Árbakkanum og svo mætti segja. Og búin að veiða marga fiska hér.
Hún er alveg dýrleg. Þetta er Dragá. Nú er ekkert vatn á bakvið sig eða neitt þvínu, heldur bara læki og jarðvatn sem safnast í henni á langri leið. Náttúrufegur hérna meðfram ánni, hún er alveg einstök. Það er ekki bara á þessum staðnum, heldur er nánast meðfram allri ánni. Hún á það til að gefa jafnvel mjög stóra fiska og hún er tiltölulega auðveld að veiða hana. Þú átt aldrei að labba langt að henni. Þú átt að vera óragur við að vaða. Þú getur þetta að sullast yfir ána nánast hvað sem dettur í hug. En síðan náttúrulega á hann það til ef að kóf rignir í hálfa sólarhring, þá veiðir ekkert í henni. Ég er svo sérvitur að það er eindæmi. Það er alls konar smá atriði sem þurfa að vera í lagi. Ég rak hann alltaf kvöldin áður en ég fyrir veiði, en ekki á morgnan þegar ég fer. En ég tel að það veiði helst ekki neitt ef það klikkar að raka sig kvöldin. Hornbreiða er kjörinn fluguveiðistaður þar sem stórt grjót í miðjum hylnum veitir laxinum gott afdrep. Þetta er mjög skemmtileg veiðistað, verulega skemmtileg veiðistað. Það er alltaf gaman að vera hérna. Þetta er staður sem helst ekki þýðir að veiða neitt nema flugu. Steinar úti sem allt festist á, sem að maðkur eða spónn eða vini. Og helst vil ég nú ekki veiða á spónni í Laxá. Þar sem brýtur á grjótinu í miðri ánni er stórt bjarg og allt í kringum það liggur laxinn. Þetta veit engin betur en Sigurður K.R. En hann veit líka að bjargið getur verið stórhættulegt. Ef laxinn kemst út fyrir klettinn er voðinn vís. Við þessar aðstæður tekur Sigurður fast á laxinum og heldur stönginni hátt. Þetta verða? 9 punda fiskur. Þetta er hængur sem tekið hefur á sig fyrstu litbrigði rómantíkurinnar sem nú fer í hönd. Það var bara fýtt maður. Laxárgljúfur eru kjörinn leikvöllur fyrir fílinn. Uppstreymið er vel þegið, enda hefur þessi stirðbussalegi klettabúi getið sér frægð fyrir flest annað en loftfimleika. Þrjátíu metrum neðar kastar Siggi Sigurjóns á veiðistaðinn Gljúfrabúa sem ber nafn með rentu því hér er umgjörð laxár hvað hrikalegust.
Gljúfrabúin nokkuð fyrir neðan kistuna. Ég læt bara verkin tala. Nei, hvað ég get ekkert breytt í, bara þessi hægu átta típa. Ég læt mína menn bara það. Þeir æsa sig, Ragnar Reykjavík svona. Ég tappa af gegnum hann. Það getur gert gæfumuninn að vera á réttum tíma. Stórstraumsflóðið hefur ekki brugðist vonum þeirra félaga. Í morgun var Gljúfrabúi lagslaus, en nú eru nokkrir laxar lagstir á hefðbundinn tökustað. Þessi fiskar hafa að öllum líkindum komið í hylinn fyrir nokkrum mínútum. Þessi fiskur tók fluguna með boðaföllum. Háurinn með í höfn. Það ekki með? Meira að segja Örn tekur sér hlé frá gríninu og mættur til að aðstoða við löndunina. Þetta svo minni að því. Hér eru víða hættur. Botninn sprunginn og mjög stórgrýttur og hvassar klettanibbur skaga víða fram eins og hnífar. Svona gengur þetta fyrir sig. Það örlar á svekkelsi hjá Sigga, en hann líka kominn í stuð. Þessir tveir laxar eru nýkomnir og þótt að virðist ólíklegt aldrei að vita. Hann tók svarta fransisflugu með gulum haus. Hún fer aftur í vatnið. Seiðin skoða fluguna, en laxinn rótar sér ekki. Spennan liggur í loftinu, það kom styggð að fiskunum, en þeir eru þarna ennþá. Siggi veit upp á hár hvar laxinn tók. Hann kastar yfir strenginn og straumurinn ber fluguna þvert yfir hylinn. Það gerist ekki oft að sami laxinn taki fluguna aftur eftir að hafa sloppið, en maður skildi aldrei segja aldrei í veiði. Það ekki laust við að Siggi sé stressaður, en það hann þegar búinn að missa 2 á fluguna. Jú, að því ég var búinn að missa þessa hina tóst. Þá var ég mjög tæpur. En þeir sækja undir, það svona klettur þarna. Þeir synda undir hann. Ef hrættur að færi þar undir, þá var ég bara undir málum. Þetta nýrunninn brúnbakur. Flestir laxar eru gráir eða dökkir á bakið, en innanum eru brúnleitari fiskar. Þetta einn slíkur. Það 6 pund.
Flugan situr kyrfilega, hún í kjaftvikinu og þetta alltaf í skólabókardæmi. Þessi átti ekki að sleppa. Það er það er góð leið. Yes! Hvað hann, segirðu? 5. Býtu þetta? 5,5. 5,5.